Þá komið að töflu 2, stilla dálka fyrir töflu 2 í verkefni 06 dálkar. Við byrjum á því að setja töflumiða fyrir ofan, ágætt að velja þennan texta hér, fyrirsagnirnar, velja svo references, insert caption, þá kemur sjálfkrafa töfla 2 og passa að hafa fyrir ofan og veljum OK. Setjum tvípunkt og lágum inn textan, gengi 29. júní 2026 eða bara daginn í dag, skiptir ekki allir máli. Þá erum við komin að lið 2 í töflu 2 og þá ætlum við að stilla dálkana fyrir fyrirsagnirnar hérna, þennan texta hérna og þá veljum við home, veljum hér svo undir paragraf að fara í tabs neðst vinstra megin og dálkstöðurnar eru gefnar upp í lið 2. Fyrsti dálkurinn er við 7 cm og hann á að vera vinstri stiltur, left og smellum á set. Næsti dálkur er við 11 cm og hann á að vera miðjustiltur, center og set. Og síðasti dálkurinn 14 cm, center og set. 3 dálkar við 7, 11 og 14 cm og við staðfestum það með OK. Feitletur þetta og þá erum við komin að því að stilla næstu dálka fyrir töfluna sem á að koma hér. Passa að við erum með bendilega hérna í eftirmerkjunni fyrir neðan og ég ætla að fara bara beint í paragraf og tabs. Og þetta er þessi margir dálkar. Fyrsti dálkurinn er við 6 cm. Þá á að vera fyllimerki sem er hérna númer 2 og þá á að vera vinstri stiltur dálkur. Sett á það. Næsti dálkur er við 7 cm. Hann á bara að vera vinstri stiltur. Þriðji er við 8,5 cm. Hann á að vera miðjustiltur og sett. Og við 9,5 á að vera svona lóðrétt lína og það er hérna bar og sett og svo koma 2 desimallstiltir dálkar og raðast í raun og veru dálkurum út frá kommu. Það er við 11 cm og það er hérna desimal og sett og svo við 14 cm og sett. Staðfestum þetta svo. OK. Það sem þið þurfum líka að skoða, passa að hafa kveikt á stikunni þannig að sjáið við í þessum eftirmerki. Þetta eru dálkstöðurnar sem við vorum að stilla. Þið sjáu hvernig það lítur út. Desimal er svona T á hvolfi með punkti, bar er svona strik, miðjustiltur og 2 vinstri stiltur. Þá þurfum við að slá inn textan og þið sjáu hann þarna á uppsetta sýnishorninu. Ekki hérna. Nú færði ég með óvart niður, passa að vera hér. Og ég ít á bilslánaðis og sjáðu leiðu ég ít á dálknappin fyrir ofan kapslokk, þá færist ég núna yfir á næsta dálk og fæ punktalínunum leið. Ég þarf að ýta aftur til þess að geta fengið myntina og sett hana inn hér. Ýti svo aftur á dálknappinn til að fara yfir á næsta. Sett þar inn dollaramerkið og ýti svo á næsta og þið sjáum að hér kemur lóðrétta línan á milli og þá slægi ég þarna inn 125,79 og leið og ég skrifa kommuna hér þá raðast út frá því. Ýti aftur á dálknappinn og slægi inn töluna hér, komma og þá raðast dálkurinn hér. Ýti svo enter og höldum áfram að slá inn. Næst er það fyrir efrinu og þið sláið inn þér gögn og þetta raðast svona og þið haldið áfram að slá inn textan og ljúkið við töfluna þegar nú lítið svona út. Hérna sést einmitt vel hvernig það raðast þessi desimal dálkur út frá tugabrotinu hér með